Sportáþurinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, já, líkt og ég talaði áðan, svona aðeins öðru sér hætti en venjulega. Við erum staðsettir hérna núna á Akureyri og munum einnig fara á Húsavík og nú erum við komin hjá Íþróttafélaginu Þór. Hjá mér er hann Valdimar Pálsson, framkvæmdastjóri Þórs, eða ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er allt rétt hjá þér. Já, vertu velkomin í sportáttinn þó að sé á Norðurlandi núna. Já, þakkaði fyrir það. Herðu, hérna, félagi hérna, þetta er ekki, já, elsta félagi hérna á Akureyri? Jú, við vorum 100 ára fyrir 2 árum. Við erum semst 102 ára á þessu ári og erum bara stækka og eldumst vel. Við erum bara eins og gott vín. Já. Hvað það varðar? Þið hafið þá væntanlega færst mikið það ekki gegnum tíðina svona félagi sjálft, eða er þið alltaf búin að vera með svona sama stað? Já, þetta er stofnað niður á Eyri og flytjum, fáum félagsaðstöðu hér. Ég svo nú ekki að fara með ártalið en við erum búin að vera hérna í þó nokkuð mörg ár og búin að byggja hérna þetta svæði og komum með glæsilega aðstöðu, heimavöllin heim í þorpið, voru náttúrulega með Akureyrarvöllin sem keppnisvöll, æfðum á félagsvæðinu en kepptum á Akureyrarvelli en núna er sem sagt félagsaðstæðan öll hér í þorpinu og hér líður okkur vel. Og það er náttúrulega knattspyrnuhús hérna, eða ekki? Jú. Boginn er hérna náttúrulega og nýtist okkur rosalega vel. Það sem við sjáum svona fyrir okkur í framtíðina, þá vantar okkur gervigras úti til þess að grassvæðið okkar étist ekki upp yfir sumartíman. Við erum með stórt, nýbúnir að halda pollamót sem er nú fyrir drengi eldri en 30 ára og stúlkur eldri en 20 ára og það svona fer illa að það mót, það fer illa með grassvæðið hjá okkur og spilað mikið á völlunum hérna úti og tilfinnilega vantar okkur gervigras til þess að létta á því svæði, þó að við náttúrulega notum bogan á pollamótinu en það þurfti að stækka hann töluvert til þess að hýsa þá allt mótið. Þið eru hvað þekktast náttúrulega fyrir knattspyrnu og náttúrulega handbolta hérna tíðina en svo er þið konið náttúrulega með körfuknattspyrnu sem er heldur betur búið að vekja athygli alveg eins og þruma og heiskju í lofti. Já, körfuboltinn er komin aftur á blað hjá okkur eftir nokkur mögur ár en í fyrra þá blómsturuðu þeir og stóðu sér vel í Dóminósdeildinni og það er vonandi við náum að halda því striki áfram og nú er náttúrulega stæðsti og efnilegasti maður Tryggvi, hann er náttúrulega að fara til Spánar eða spurning hvar hann endar, það er náttúrulega ekki vitað ennþá hvernig það fer allt saman en núna er bara verið að reyna að finna mannskap til að taka við keflinu. Og svo það er náttúrulega kannski maður fyrir leiðilega, hefur alltaf verið samstarf í handboltanum undir Akureyri, það var verið að slíta því eða ekki, nú er það Káa og þið takið við Akureyri eða ekki eða? Já, við höldum sérst áfram með brandið sem við stofnuðum með Káa og okkur fannst þetta nú ganga vel, auðvitað sorglegt að falla niður deild en það er náttúrulega liðið lenda í slíkum aðstæðum að aðstæðingunni er bara betri eða betur þjálfar eða hvernig sem það er og 1 ár niður er engin heimsendir en það fannst yngra félaginu á Akureyri að þetta væri nú bara búið og þeir vildu út úr samningi sem átti í rauninni ekki vera hægt að fara út úr en þeir komu því í gegn og við vorum ekkert rosalega glaðir með það að kvitta undir einhverja samninga sem að gilda svo bara ekkert þegar á reynir en svona er þetta. Akureyri handbolti verður bara hjá okkur og verður einn deild af Íþróttafélaginu Þór. Kannski líka öðru svona, ef maður byrjar á neikvæð og við förum aftur í jákvæð, það er Keiludeildin, er búið að leggja hana niður, nú mistuðu aðstöðuna fyrir það? Já, það er ekki búið að leggja hana niður en það er ekkert rosalega bjart framundan hjá Keiludeildinni, náttúrulega húsið farið, búnaðurinn allur sem var notaður í Keilunni, hann er í eigu Keiludeildar Þórs og er bara í geymslu húsnæði og
nú bara beðið og vonað eftir því að vonandi Akureyrarbær eða þá eitthvað fyrirtæki eða einstaklingur sjái bara fyrir sér að það sé jafnvel hægt að reka svona deild eða svona stað á Akureyri. Við erum með dæmi frá til dæmis Akranesi þar sem þeir eru með 4 brautir í rekstri og gengur alveg þokkalega og bærinn að sjá sóma sinn í því að stækka við deildina þannig að það verði fleiri brautir. Þannig að ég myndi vilja sjá Akureyrarbæ eða eitthvað fyrirtæki hýsa þessa deild og fá einstakling eða fyrirtæki til að reka þetta þannig að það væri sómi af. Svo náttúrulega Keilusambandið vill hjálpa til í því, veit maður? Já, Keilusambandið búið að gefa viljum það og vilja koma til viðræðna við Akureyrarbæ eða einhvern sem að myndi vilja reka þetta, en gallin í rauninni að svona deild það þarf í rauninni að útbúa, þú þarft í rauninni að vera með planið hvernig á að reka þetta, hvaða tekjur eru mögulegar og þú þarft í rauninni að vera með eitthvað prógram tilbúið ár, 2 ár eða hvað þarf, rekstrar áætlun og allt þetta dótari sem þarf til þess að bærinn fara að hreyfa sig og það svona verið að vinna í því að útbúa slíka áætlun og þá í samstarfi við Keiludeildina og Akranesi og annað slíkt. En þá knattspyrnudeildinni, það byrjum karlamenn, þið eru í fyrstu deild og það virðist vera, þið eru svona vel, gengur ágætlega hingað til í fyrstu deildinni? Já, við eiginlega byrjuðum mótið ekki eins og önnur lið. Við svona byrjuðum ekki fyrir í 4., 5. umferð og síðan þá erum við búin að spila bara nokkuð vel og ná fínum úrslitum svona að mestu. En gallinn að þessar 4 fyrstu, ég held að það verið 4 fyrstu sem að við vorum eiginlega bara ekkert með í mótinu og þar með erum við svolítið á eftir toppliðunum og undir pari með hvað við ætluðum okkur en það gengur vel núna og við erum að banka á dyrnar í toppinn og ætlum okkur að vera þar til loka móts. Það var kvennalið Þór Káa, þær eru á toppnum í pepsdeild kvenna og virðast vera óstöðvandi í sumar. Það var náttúrulega svolítið vafamálið ekki vor hvort að dyrði Þór eða Káa eða hvernig kom það út á endanum. Það virðist ekki að hafa áhrif á stelpunar allavega. Nei, ég held að þegar allt talið að þá hafi þetta nú bara þjappað hópnum saman og í rauninni erum við með bara mjög gott lið og þær hafa náð flottum úrslitum og eru eitt jafntefli, það eru töpuð af vísu í bikarnum en hafa annars unnið alla leiki í deild og bara mjög bjart framönda hjá liðinu. Það eru nýkomnar úr æfingarferð, fóru til Hollands og fylgdust með landsliðinu og eru bara núna að undirbúa næsti leikur 10. ágúst, það er svolítið bið eftir því en nú er bara að undirbúa liðið þannig að við klárum þetta með sóma. Ég hef fulla trú að því að við klárum bara sumarið. En svona heilt yfir, svo er þið með þessa aðstöðuna knattspyrnuvöll og það er mikið, haldið mikið að frjálsíþróttamótum hérna hjá ykkur og flott brautir og gengur það ekki bara ágætlega fyrir sig? Jú, það er í rauninni samstarf hér á milli ÖFA og Þórs hefur svona gengið nokkuð vel. Aðrir vilja meina að gangi illa og annað slíkt en þetta er alltaf spurning hvað ratar í fréttir og hvað er satt og rétt í þeim flutningi. Já, við þekkjum það nú allir Íslendingar, það eru neikvæðu fréttirnar sem koma yfirleitt fyrir að þessa jákvæðu. Já, yfirleitt það nú þannig að menn vilja blása upp það sem er neikvætt og það hefur svo sem alveg verið gert og fjallað það neikvæða en þegar fólk sest niður og þá er hægt að finna rétt út úr þessu öllu saman. En svona áfram að aðstöðu ykkar, þið eru með það er ýmislegt rétt fyrir ofan til dæmis, þar eru með fínt hús, Steinnes eins og kallast, er það eitthvað framtíðarhorfið með það?
Já, sko, við heldum nú, eða ég held allavega að við fengjum það gefis á 100 ára afmælinu fyrir 2 árum, en það virðist nú, bærinn með einhver önnur plön og ætlar að leigja þetta eitthvað áfram og mér svona alveg sama hver leigir það, en mér finnst það bara rangt að íbúðarhús inn á miðju félagsvæði íþróttafélags, það finnst mér bara skjóta skökku við og ég vil nú bara sjá þetta í umsjá Þórs. Við sjáum bara þetta hús og sjáum að reka það og nýtu það undir starfsemina. Mér finnst liggja beinast við. Sem að hjálpa náttúrulega starfseminni hérna? Já, í rauninni, við erum náttúrulega í félagsheimili sem að sko var rosa stórt þegar við byggðum það. Í dag þetta bara lítið félagsheimili. Byggingin stór og allt það, en það vantar alltaf pláss. Það erfitt að bjóða upp á gistingar, við erum með töluvert mikið af fundum og það kallar á fundarherbyggi og stærri aðstöðu og það náttúrulega vilja allir funda á sama tíma og svona, þannig að þetta eitthvað sem að svona hús 300 fermetrar í viðbót, við tækjum því fagnandi að reka það og með sóma. En svona, já, framtíðin hérna og Þór, það má segja að hún sé samt sem áður nokkuð björt. Iðkendum fer alltaf fjölgandi hjá okkur með við það sem maður sér í iðkendatölu og þeir virðist vera opni fyrir það jafnvel að opna alltaf fyrir fleiri deildum og plássleifir. Við erum akkurat í stefnumótun núna fyrir félagið og viljum svona fyrst huga að því hvað við erum með, skoða það, erum við að gera þetta nóg vel, erum við að standa okkur í þeim rekstri sem við erum í. Markmið Akureyrarbæjar fer sama við markmið okkar að opna félagið og stækka og fjölga deildum og sem sagt fá fleiri greiðendur inn í félagið. Það hjálpar okkur bara í þeim rekstri sem við erum í að vera stærri. Og þeir sem eru uppalegi Þórsarar, þeir verða ávallt Þórsarar. Maður hefur heyrt á að ef eitthvað barnabarn eitthvað látins manns sem var Þórsari verður káamaður, þá stekkur þau bara jafnvel upp á gröfunni. Já, menn eru harðir í trúnni hérna en í rauninni má ég að segja það eins og núna Akureyri búið að byggjast mjög mikið á brekkunni og að stækka nær Kjarnaskógi sem þýðir að við, sem sagt, unga fólkið okkar að flytja þangað og við erum að missa aðeins af okkar fólki og í Káa sem í raun finnst mér eðlilegt því að mér finnst ekki eðlilegt að barn sé keyrt á hverja einustu æfingu sem það fer á. Þannig að auðvitað sorglegt fyrir okkur að við erum að fjölga hjá andstæðingum okkar en við sjáum nú fram á núna það á að fara að byggja hérna, þétta byggðina hérna í þorpinu og þar með fáum við vonandi Þórsarana tilbaka og jafnvel eitthvað meira. Já. Þrátt fyrir svona, maður kallar það svona eina gæsalappa rík, þannig séð á milli Þór og Káa, þá það alltaf verið að fjalla þetta, en það samt sem maður alveg gott samstarf milli þess að tveggja klúbba þess á milli, svona, milli svona fjölmiðla áráðsins. Ég vil meina að sko, það gerir okkur bara betri ef að Káa að standa sig vel. Við höfum alltaf, sko, þarna samkeppni og bara mér finnst það mjög jákvætt. Og ef að Káa að standa sig vel, núna eru þeir í Pepsi, þannig að ég segi bara nú verðum við að fara í Pepsi. Já, og enda ofar en þeir í töflunni. Það bara hlýtur að vera markmið hjá okkur. Og ef að Káa í fyrstu til og við erum í Pepsi, þá erum við ofan á. Þannig viljum við hafa þetta. En ef að Káa í Pepsi, þá verðum við bara að fara upp í Pepsi. Það bara, þetta líkur bara beint við. Já, það haldi ykkur svona á línunni. Já, ég meina, ef við berum okkur saman við þá erum við undir í baráttunni núna í knattspyrnu karla og það hlýtur að efla okkur á það. Það verður gaman að fylgjast með í haust einmitt, Akureyri og Káa, 2 handboltalið, það er forvinnilegt að fylgjast með þessu. Þetta náttúrulega orðið langt síðan. Já, þetta náttúrulega, okkur fannst þetta náttúrulega slæmt þegar þetta gerðist, en við erum grjótarur því að við ætlum að vera enda ofar í töflun en Káa með okkar félag. Hvernig knattspyrnan hins vegar komið ljóst svona, verðið áfram Þór Káa, veistu það?
Ég sko, við náttúrulega gerðum 3 ára samning og endurskoðun eftir sem sagt, 1,5 ár núna og ég held að Akureyri búi betur af því að vera með 1 lið í kvennaboltanum. Það er erfitt að reka 2 kallalið í boltanum og sem sagt tala ekki að ef reksturinn er mjög dýr þá er alltaf spurningin, er betra að vera með 1 sameiginlegt lið og vera þá með annað svona bélið í rekstri eða eiga báðir að vera alveg á úttoppnu og það kostar mikið að vera í Pepsi-deild, það er dýrara og ef þú ert í fyrstu deild þá er það líka dýrara vegna þess að þá minnka allar greiðslur til félagsins, þannig að þetta er svona erfið staða hvar eigum að hvert langar okkur, hvað viljum við, erum við tilbúin að leggja þá vinnu á okkur að safna þeim peningum sem þarf til þess að vera með alvöru Pepsi-lið eða ætlum við bara að vera í innkass og safna fyrir því. Þetta er alltaf stóra spurningin. Svo er náttúrulega spurningin, það er alltaf þetta, þið eru náttúrulega langt í burtu, Akureyrarbær, fyrir félög stóru liðin í Reykjavík. Hafið þið fundið fyrir því eins og mörg landsbyggðarlið að það þarf ofta að púsla mikið saman frestun leikja og fleira yngri flokkum? Já, við erum alltaf að púsla og við undirbúum okkur vel í byrjun hvers sumars. Við þurfum að eins og í öðru flokki, 3. flokki, 4. flokki, þá erum við að spila yfirleitt 2 leiki í hverju ferð sem við förum suður og alltaf heyrir maður það að það er svo dýrt að koma hérna norður og þá snýr maður því nú bara við og segir við fólk, allir okkar leikir eru fyrir sunnan. Þú ert með 1 ferð, við erum með 10 ferðir eða 9. Ef að ræða þetta eitthvað meira eða þú veist, þetta er ekki flókið. Þannig að manni finnst það svona skrítin umræða, við erum að eyða penningunum í ferðalög og meðan liðin er að eyða þessu meira í laun og annað slíkt. Þannig að þetta er ekki en auðvitað má ég að segja samt að við erum náttúrulega kannski einn af stærstu aðilunum sem að fá hæstu styrkina frá ISI sem er þessi ferðastyrkur sem er alveg bara frábær fyrir okkur, að við erum að fá stóran pening þar auðvitað alltaf ári eftir að við eyddum honum en ég fagna því framtaki hjá ríki og ISI að hann er að stækka vel og það er vel fyrir okkur. Þetta er orðið svolítið breyttar aðstæður frá því den reka íþróttafélag í dag, þetta er eins og fyrirtæki, það þarf að skipur leggja sig fram í tíman. Já, þetta er orðið náttúrulega bara eins og þegar ég var að spila, nú er ég náttúrulega 49 ára gamall, þannig að fyrir 20 árum þá voru allir sjálfbáðaliðar að spila fótbolta. Í dag þá mega menn valla reyma á sig skó og þá þarf að kaupa skóna á þá og svo þarf að borga út ferðalögin fyrir þá, en maður var ofta að punga út fyrir þessu sjálfur. Þannig að þetta breytist náttúrulega tíðrandinn og allt það og þegar liður er fann að bjóða í leikmenn þá náttúrulega verður heimalið sem á leikmannin að bjóða viðkomandi betur svo hann haldist áfram í liðinu og oft var það nú þannig að þegar við höfum verið í fyrstu deild að þá verður að missa bestu leikmennina suður, höfum fengið einhvern pening í staðinn en auðvitað er erfitt að byggja lið upp sem á að endi í Pepsi-deild ef allir bestu leikmenni fara. Svona með við sögu félagsins þá getum við náttúrulega rætt saman endalaust, þið eru náttúrulega með einstaklingsgreinar nokkra deildir, við erum að gleyma held ég einnig deild. Já, við erum með sko eins og píludeild og síðan erum við með taekwondo-deild. Já, það var taekwondo sem ég glemdi mitt. Taekwondo var hérna sem sagt var með aðstöðu hérna inn í Hamri félagsheimilinu en þeir síðastliðin vetur þá fluttu þessi í Íþróttahús og eru að stunda sína íþrótt þar. Það er svona aðeins dregið af þeirri deild, iðkendum hefur ekki fjölgað nógu vel og það er svona, hún hefur minnkað deildin en þau svona voru jákvæð varandi síðastliðin vetur, gekk alveg ágætlega en svona það vantar fleiri iðkendur og kannski betri árangur með því. Hvað er svona framundan hjá ykkur núna restina af sumrinu hjá ykkur í Þór og í haust?
Það mikið verkefnum, það sjálfsögðu. Já, það er allt fullt af verkefni hjá okkur. Við náttúrulega þurfum að klára deildirnar, kalla og kvenna í fótboltan. Já, með titli eða ekki kvennamegin. Með titli í kvennamegin og vonandi förum við upp í kallamegin. Síðan er náttúrulega körfuboltinn og handboltinn, þeir eru að undirbúa núna keppnistímabilin. Þannig að það er að mörg að hyggja hjá okkur. Pílan, taekwondo, keilan, vonandi keilan það er eiginlega stóra spurningin, hvað gerist þar. En píludeildin er að óska eftir stærra húsnæði og eru hérna í stúkunni hjá okkur með aðstöð, með flotta aðstöð, en það þyrfti að vera aðeins víðara til veggja, má ég að segja, til þess að þú geti haldið keppnir í æfingaðstöðunni sinni. Það er galli, en á meðan Akureyrarbær hefur ekki annað húsnæði til að setja því, að þá neðastu til að vera þar áfram. Já. Og svo er Þór orðið eiginlega þekktasta nafni þessa dag út af körfuknattleiks leikmannum ykkar, Tryggva. Já, það er flott að fá svona auglýsingu og bara frábært hvað Tryggva er að standa sér vel. Ég meina, byrjaði í körfubolta fyrir 3 árum þegar þjálfarinn þjálfari eða stjórnarmaður rakst á hann í hvað Netto held ég að hafa verið, sá bara einhvern ægilega á hann, þú ættir að fara í körfubolta og ævintýrið bara vatt upp á sig, og þetta er engin smá snjóbolti sem er að rúlla. Það verður rosalega gaman að fylgjast með Tryggva hvar hann endar og hvað hann er bara búin að blómstra í körfubolta frá því hann byrjaði. Valdimar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, bestu kveður. Bara kæra þakkir fyrir að taka mig í spjall. Takk.